Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla Guðmundsdóttir og ég er stjórnandi þáttarins. Til þess að hlaðvarp eins og þetta fái að vaksa og dafna, þá er nauðsynlegt að hafa góða bakhjarla. Og ég er svo heppin að vera komin með Nettó í mitt lið. Þáttur dagsins er tekin upp hérna í Nóa Sirius stúdíói podcast stöðvarinnar og ég er með alveg frábæra konu hjá mér, eða stelpu konu, sem á alveg ótrúlega sögu að baki og þið fá að kynnast henni hérna í dag. Vertu velkomin, Sigríður Ingibjörg Jónsdóttir. Takk hellega fyrir. Ertu alltaf kölluð Inga? Alltaf kölluð Inga. Alltaf kölluð Inga. Hef alltaf verið kölluð Inga frá því að ég var bara, frá því mann eftir mér. Yes. Æðislegt. Sko, leiðir okkar lágu fyrst saman fyrir 4-5 árum. Þegar þú komst í Ungbarnasund með dóttur þína, hana Ölfulíf. Yes. Og svo lágu leiðir okkar aftur saman núna þegar þú komst og varst íþróttafræði nemi. Hvað séu, íþróttafræði kennari nemi. Yes. Í MH. Já. Og það var svo dásamlegt. Já, algjörlega. Og það er svo gaman að sjá hvað hefur gengið vel og því þú átt náttúrulega alveg magnaða sögu. Já. En viltu kannski byrja að segja okkur aðeins kannski bara frá þér? Já, bara um mig. Já. Hver er Inga? Herru, góð spurning. Hver er Inga? Ég er alltaf að leita að henni. Nei, ég er fædd árið 1992. Ég verð 32 ára núna í sumar. Og eins og tókst fram að ég á eina stelpu, hana Ölfulíf, sem að verður 5 ára í sumar. Og ég er íþrótta- og heilsufræði nemi í Háskóla Íslands. Ég er að útskrifast núna í vor eftir 3 ára nám þar og ég er svo margt Erla, þetta er rosaleg spurning. Ég er styrktaþjálfari, ég er ljóðskáld, ég er listakona, ég er ýmislegt, ég er kærasta og og en það svona sem að er kannski hvað mest ríkjandi í mínu lífi akkurat núna þessar mundir er að vera mamma stelpuna minnar og að klára þetta nám. Það svona tekur upp mestan tíman. Akkurat. Yes. Og ástæðan fyrir að ég fekk þig hingað er einfallega því að þú átt þessa mögnuðu sögu sem við fyrir kannski hans í. En hefur tekist að snúa við blaðinu bara algjör uppeyja. Heldur betur, já. Þannig að þú áttir ekki auðvelda bærnæsku. Nei, alls ekki. Og þegar þú varst hjá mér í Ungbarnasundinu þá kom Sindri Sindrason með þáttinn Fósturbörn að taka myndskeið í sundinu. Þannig að ég svona kynntist þessu aðeins þá og ég hef nýbúin að horfa þáttinn aftur. Þannig ég hvet fólk þess að horfa á, er ekki fyrsti þátturinn í 3. seríunni? Jú, fyrsti þáttur í 3. seríu á Stöð 2. Yes. Þetta er alveg magnað. En ef að þú byrja kannski bara, hvenær manstu eftir þér fyrst? Sko, ég er fædd og uppalinn, við byggum alltaf í Grafavoginum í Reykjavík. Þannig að ég er fædd og uppalinn í Reykjavík og bjó hvað lengst í Grafarvogi og síðan Grafarholtinu á úlingsárum. En ég byrja fyrst að muna eftir mér bara 5 ára aldur eða eitthvað svoleiðis sem að mér skilst að sé normið því ég mitt hef mikið pælt í þessu hvenær fólk byrjar að muna eftir sér. En og einhvern veginn svona þegar ég er að vera meðvituð mína tilvist í þessari jarðvist ég í mínum líkama sem Sigríður Ingibjörg, að þá eru aðstæðurnar orðnar bara svolítið erfiðar heima fyrir. Og ég á þess að 2 yngri systur. Ég er elst og við erum 3 alsystur. Og ég er að verða vör sjálfa mig þegar að yngsta systir mín er tiltölulega nýfædd, en hún er 6 árum yngri en ég. Og við ólumst upp við alkoholisma beggja foreldra. Það var, þau voru bæði og eru bæði virkir alkoholistar. Þannig að okkar uppeldi litast svolítið af því. Og þannig að það er náttúrulega líka bara margt sem að fylgir, þessi fylgifiskar
alkoholismans, það vanræksla og annað, en það sem að ég samt tel okkur systurnar vera svolítið lánsamar með að bæði mamma og pabbi eru ótrúlega kærleiksrík, alveg virkilega kærleiksrík, þannig að við fengum alltaf bara óskilyrðislausa ást og þennan kærleika sem að kannski ekkit endilega svo algengt allstaðar þar sem að fólk eða börn að alast upp við þennan tiltekna sjúkdóm. Nei, en það var ekkert andlegt eða líkamlegt ofbeldi? Nei, ég get ekki sagt það var meira bara einmitt, þú veist, kannski mamma þunni eitthvað að drulla yfir mann skiluru, en þú veist, sem mann alltaf líka tók alveg á allt það, en nei, það var ekki líkamlegt ofbeldi, ekki kynferðislegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, nei, ég ætla ekki að segja það, sko, það var bara meiri þessi vanræksla og þessi, hvað ég segja, bara skortur á kunnáttu til þess að ala upp börn, og hvað þá 3 börn, við erum 3 alveg bandbrjálaðar systurnar og og já, þú veist, ég já, það sáu þið aldrei mikið ykkur sjálfar bara? Já, það var svolítið þannig, sérstaklega svona þegar ég orðin kannski svona 8, 9, 10 í kringum þennan aldur, að þá sérst bara sjúkdómur foreldra minna orðin mjög slæmur og þau voru skiptust á að vera inn og út úr meðferðum, þú veist, mamma fer núna inn á Vog, pabbi verið heima með okkur á meðan og svo öfugt. Og Og héldust einhvern tímann edrú í einhverja tíma á milli þarna? Eða? Já, kannski í eitthvað rosalega stuttan tíma, kannski eitthvað örfáa mánuði, eitthvað svoleiðis. Aldrei neitt svona tíma til að tala þannig, við erum ekki að tala ár eða einhver ár, heldur frekar þá einhverja nokkra mánuði, kannski einhverja vikur, eitthvað svoleiðis. Yeah. En þú talaðir að barnavernd hefði alltaf komið vikulega í heimsókn. Mér finnst það svo ótrúlegt. Já, það er ótrúlegt. Það sko... Að þetta hafi samt gengið á svona lengi, sko. Já, það ótrúlegt líka að því að, sko, ég held líka að á þessum tíma var örugglega, hvað maður að segja, auðveldara að komast hjá því að missa börnin sín heldur en kannski í dag. Það orðin meiri vitundarvakning þetta, fólk kannski meðvitaðara hvað sé í lagi og hvað sé ekki í lagi. Og svo líka það, og það sem maður hefur kannski lært líka bara í gegnum tíðina sem tengist sálfræði og annað þetta að börn verða svo svakalega meðvirk með foreldrum sínum. Og það eitthvað sem að við alla 3 systurnar höfum upplifað svo sannarlega og erum jafnvel ennþá oft að glíma við í dag sem afleiðing af þessu uppeldi, sko. Man alltaf bara elskar foreldra sína, skilyrðislaust, alveg svo þau elska börnin sín. Algjörlega, elska þau eins og þau eru og líka það var ekki fyrir en allavega í mínu tilfelli, að ég kannski orðin að verða úlingur eða orðin úlingur, að ég áttaði mig ekki á því að þetta væru ekki eðlilegar aðstæður sem ég væri að alast upp við. Auðvitað skynjaði maður að það var eitthvað pínu off og eitthvað skrítið og kannski ekki alveg eins og hjá öllum hinum, en ekkert svona tiltökumál, að ég held, eða ég gerði mig bara ekki grein fyrir því, að því að ég náttúrulega hafði ekkert annað til að bera við. Nei, akkurat. Engin samanburður við neitt annað, sko. Þannig að við náttúrulega bara lærðum það mjög ungar líka að kóa með þeim hvernig aðstæðarna voru og ef okkur var sagt að segja ekki eitthvað þá bara sögðu við ekkert. Það var bara þannig. En hvenar það þá, hvenar fara hlutinir að breytast? Hvað ertu gömul þegar Hlutinir fóru mjög mikið að breytast hjá mér þegar ég varð úlingur, bara 12-13 ára aldur, þá áttaði ég mig svona svolítið á þessu og við fluttum frá Grafarvoginu yfir í Grafarholtið og aðstæðarnar fóru að versna alveg gríðarlega og ég get alveg komið með eitt dæmi hvenær ég svona kannski áttaði mig helst á því að ég var í 7. bekk, hvað er maður, 12 ára gamall í 7. bekk, eitthvað svoleiðis, að það var svona verkefni í skólanum og við áttum að klippa út grein úr annarkvort fréttablaðinu eða morgunblaðinu, áttum að finna okkur bara dagblað og klippa út eina grein og vorum 2 saman í hópi eða eitthvað, ég og vinkonu mín,
og ættum að kynna greinina fyrir framan bekkin og við af einhverjum ástæðum völdum einmitt grein mann sem hefði framið vopnuð rán. Það voru 5 vopnuð rán sem voru framkvæmd á 4 dögum og allt í lagi með það og svo kem ég heim úr skólanum og þá sitja móði mín, amma mín og prestur heima og ég man ég labbaði inn og það var eitthvað voða svona magnþrungið og skrítið í andrúmsloftinu heima en þá einmitt sátu þau þarna til þess að tilkynna mig það að pabbi minn hefði verið handtekinn og væri komin í fangilsi fyrir þessi vopnuðu rán sem ég stóð uppi og kynnti fyrir bekknum nokkrum klukkutímum áður í skólanum. Já, þú veist, og hérna, svona einmitt í kringum þennan tíma fer svona ýmislegt að tikka inn og hérna, og ég svona fer einmitt að átta mig á því, hei, þetta kannski ekki alveg eins og það á að vera. Þannig að ég svona, já, og mín einmitt viðbrögð þarna, þú veist, ég náttúrulega, hérna, ekkert náttúrulega, en mín viðbrögð þegar að mér var tilkynnt þetta þegar ég kom heim, ég sprakk úr hlátri. Þetta var eitthvað svo ótrúlega furðulegt og súrealist að þau væru í alvörunni að segja mér þetta. Já. Og ég var í alvörunni að kynna að því mér hefði ekki, sko, pabbi minn mesta ljúfmenni sem þú finnur, hann myndi ekki gera flugumein, svona í alvörunni tala, þannig að þetta var svo ótrúlega, þetta var bara alveg brenglað. Já. Var þetta þá bara algjör neyð eða? Þetta var bara, hvað segir maður, hvernig blackout á íslensku. Já, ég veit hvað þetta er. Já, hann var bara í þannig ástandi að hann man ekki eftir þessu og fyrir utan það náttúrulega neyði líka, þú veist að bara var alltaf mikill skortur á peningum í okkar bara fjölskyldu lífi. Mamma mín sem sagt spilafíkill líka sem að, já, setti mikinn svip á fjölskyldulífið og fjárhagsstöðuna hjá fjölskyldunni. Og hérna, þetta var bæði neyð og hann man í alveg ekki eftir þessu, segir hann, að hann rankar bara sjálfur vissir í fangilsi einhverjum dögum setna eftir bara eitthvað svona pillufyllir eitthvað svona blackout bara. Okay. Og hérna, að því að þetta og bara allir þeir sem þekkja pappa vita hvað þetta ólíkt honum. Yeah. En hérna, já, þannig að svona á þessum tíma, þannig að pappi fer inn á Litla-Hraun og þar í tæft ár eða eitthvað svona, ég man að það var svo ótrúlega mikill léttir að þetta var í kringum þetta var í kringum bolludaginn og sprengidaginn og allt það sem að hann fer inn í fangilsi og hann fær að sleppa þarna út nokkrum dögum fyrir jólin sama ár og það var svo ótrúlega mikill léttir hann yrði heima í kringum jólin að því að þrátt fyrir allt saman að jólin voru alltaf heilagur tími í okkar fjölskyldu. Það var eini tíminn sem mamma og pappi einn tíminn þar sem að við systurnar bara gátum gengi að því að þau voru edrú. Okay. Alltaf. Þannig að það var, já, rosa mikill léttir að hann var þarna komin heim fyrir jólin en það í kringum þennan tíma að ég byrja að mynda bara svona mikla reiði og gremju bara inn í mér gagnvart lífinu og svona þegar ég fer að átta mig á því kannski ekki allt með feldu heima hjá mér, sko. Og þá leiðist þú sjálf út í fíkniefni? Já. Ég byrja á því að fikta við bara áfengi og sígarettur, ekkert bara áfengi og sígarettur eins og hérna gerist oft á úlingsárum eða hjá hérna, já. Ég byrjaði sjálf að drekka, þegar ég var 13 ára og reykja líka og þetta ekkert eitthvað svona bara eitthvað svona 1 og 1 skipti, þetta var bara, ég prófaði einu sinni og það var bara vá, ég ætla að gera þetta allar helgar, alltaf. Af hverju? Flótti? Já, bara ekki spurning, bara flótti og þú veist þessi tilfinning að það var þessi tilfinning að ég var komin í glas í fyrsta skipti að þá gat ég sagt vinkonum mínum frá því það sem hefði gerst með pappa minn. Ég skammaðist mín svo mikið. Ég uppliði alltaf mjög mikla skömm gagnvart í hvernig foreldrar mínir voru og ég átti það til mér að segja að mamma var í meðferð og svona þegar ég var komin á úlingsárin að ég plataði bara ofta, hún var í útlöndum eða eitthvað. Ég bara gerði þetta með þess að við nánustu vinkonur vegna þess að skömmin var svo ótrúlega mikil hjá mér sem að mjög leiðilegt af því að það var náttúrulega ekkert sem að ég gat gert í þessari stöðu. En hérna,
Já, þú veist, og það var bara þetta, ég þorði loksins að segja frá þegar ég var komin í glas, herðu bara, þú veist, þetta staðan hjá mér, mamma mín var ekkert í útlendum þarna, hún var bara í meðferð og það bara losnaði eitthvað, og hérna ég þorði að segja frá og þar að leiðandi kemur þessi tilfinning bara sem maður upplifir þegar maður búin að vera að byrja eitthvað inni rosa lengi, loksins get ég sagt frá því. Já, svona einhver léttir. Einhver mjög mikill léttir og náttúrulega flótti líka, þú veist að þetta var bara fínt að fara á fyllir helgar og vera eitthvað staðar annars staðar heldur en heima, sko. Og þá ertu bara í hvað 8. bekk eða eitthvað svoleiðis? Já, 7. 8. bekk. Já, þetta var fyrir fermingu, þannig að þetta er bara, já. Og fyrir að fikta við sígarettur í 7. bekk og hérna, að því ég sjálf með þessa fíkni tendensía að þá byrjaði ég bara svona einhvern veginn strax að reykja pakka á dag. Stóð fyrir utan sjoppuna í hverfinu og bað fólk að kaupa sígarettur fyrir mig og hérna. Og svo í menntaskóla að þá leiðist ég út í fíkniefna neyslu af svona, já, harðari efnum og þannig. En það þú samt sko er greinilega mjög klár, Inga. Já. Þú kláraði samt framhaldsskóla. Já. Þráttur að vera í tómu tjóni. Já. Ég gerði það. Ég hérna, sem sagt, sko ekki bara það, ég líka einhvern veginn svona, hérna stend mér rosalega vel í 10. bekk. Ég nefnilega hafði ekkert staðið mér mjög vel í námi í 7. og 8. bekk eitthvað svoleiðis og hérna skóla yfirvöld voru farin að hafa eitthvað áhyggjur af þessu, sko, að ég væri bara ekki að mæta, ekki að sinna náminu, ég með mjög lága meðalengun og ég svona byrju hvað, hérna svona áttaði mig á því svona, já, byrju þau halda að ég geti ekki lært, þau halda bara að ég geti þetta ekki bara það að ég nennti því ekki, ég var bara eitthvað staðar allt annars staðar. Þannig að ég tek mig bara svakalega í gegn og hérna massa bara 9. og 10. bekkin og kemst inn í MR, Menntaskólinn Reykjavík og ákveð að fara þangað fyrst að ég komst nú inn. Þannig að hérna... Það var ekkit auðvelt á þessum tíma? Það var nefnilega alls ekki auðvelt á þessum tíma. Þetta var mitt, síðasti árgangur er 92 árgangurinn til að taka samrænduprófin þegar þau voru á þeim tíma. Þannig að það var bara mjög erfitt og hérna og ég byrjaði í MR og hérna eignast kærasta sem að hérna er kærasti minn í dag. Það var í alveg? Já, ég er ekki greinast þér, sko. Hérna kynntist þáverandi og núverandi kærastan mínum þegar ég var 16 og hann er 9 árum eldri en ég. Þannig að hann var meira svona kannski hérna, já, var náttúrulega eldri og hérna byrjaði að fikta við fíkniefnaneyslu og þannig og þannig að ég hérna já, ég einhvern veginn svona ég man fyrsta skipti þar sem að ég prófaði eiturlyf eða fíkniefni og það var sem sagt ég satt heima og þetta var svona vonlaust dæmi, mamma var hérna í mjög annarlegu ástandi og ég var búin að hringja í hérna, ég var ekkert bara búin að hringja út allt, ég var búin að hringja í pappa og ég var búin að hringja í ömmu og ég var búin að hringja í systirina mömmu og bara svona pínu vonlaus, bara svona getur eitthvað hvað, þú veist, ég get ekki mömmu, getur eitthvað hjálpa mér og þetta var eitthvað neginn hérna þetta var líka bara, þú veist, á miðjum vinnudegi eða eitthvað, þannig að það gat enginn stokki til akkurat þá til þess að koma og aðstofa mig varðandi mömmu. En hérna, ég sat bara svona við eldhúsborðið heima og ég tók bara meðvitað ákvörðun, ég var að fara á okkar ball kvöldið með vinkonum mínum og ég hugsaði bara með sjálfur mér, veistu, í kvöld þá ætla ég að prófa fíkniefni. Ég tók bara, þetta var bara pínu svona fuck it ákvörðun, má ég segja það? Má ég segja fuck it? Ok, hérna þetta var pínu þannig og ég tek bara þessa ákvörðun og hérna heyri svo í vinkonum minni sem að ég vissi að gæti orðið mér út efnin. Þannig að hérna já, þannig ég tek þessa ákvörðun að prófa fíkniefni og geri það þetta kvöld og það var bara ekkert aftur snúið. Bara fíknin greipti strax? Já, það má segja það. Ég túlkaði það ekki þannig þá, þú veist, fyrir mér þá var þetta bara svona, ok, vá, ég sem sagt prófaði bara efni sem að reyndist svo vera mitt efni, sem er amfetamin, meðal annars, og hérna, það gerðist eitthvað. Þarna var, þú veist, losunin sem ég talaði áðan
varðandi drykkjuna, það var bara svona þannig sinnum 1.000.000, þú veist, ekki 1.000 heldur 1.000.000, varðandi bara svona, já, losun eða svona bara slökun einhvern veginn. Þetta örvandi efni en ég einhvern veginn upplifði meiri svona innri ró. Já, algjörlega og og bara því líka bara svona velíðan og alls konar þannig og já, þannig að já. Sko nú ég ekkert voðalega fróð á þessu sviði en maður hefur samt heyrt voða mikið að þeir sem að leiðast út í neyslu eru rosalega oft með einhver áfallasögu. Já. Þannig að þetta er kannski bara stór ástæð þess að fólk leitar í þetta eitthvað svona. Já, ég held það sko, ég held að fólk leitar í þetta og sérstaklega kannski hjá þeim sem að festast í þessu. Þú veist, það náttúrulega alls konar dæmi, fólk prófar og allt það og það allt í góðu og fólk verður ekki endilega fíklar en ég held að það sé mjög algengt á meðal fíkla að það séu mikil og stór áföll að baki. Og þú varst svo í dagneyslu í nokkur ár? Já, í 8 til 10 ár var ég í dagneyslu af amfetamín og kannabis. Hvernig líf er það? Það ekkert líf, það ekki neitt líf en eins og tókst fram áðan að þá náði ég að fungera fyrstu árin og að því ég komst í gegnum menntaskólanám að vísu með pásum, ég tók 3 ár í MR og tók mér svo pásu og kláraði svo að útskrifast úr Flensborg en í þessari pásu og ekki bara í pásunni líka bara meðan ég var ennþá í náminu þú veist að lífið einkenndist bara rosa mikið af svona kvíðakostum, taugaáföllum alls konar, ég var bara inn og út á bráðamóttöku Landspítalans ég var bara trekk í trekk að fá svona ofsakvíðakost af völdum neyslu, ég náttúrulega kannski búin að vera vakandi í 4 til 6 nætur en á þeim tíma að þá einhvern veginn þegar ég kem inn að því ég náði alltaf að fela mér rosa mikið á bakvið hvað ég var að læra og ég var í íþróttum og eitthvað svona þú veist að ég náði að fela neysluna rosa mikið fyrstu árin á bakvið það. Varstu að stunda íþróttir? Ég var að stunda lyftingar, já. Ég svona on og off með sko. Ég keppti í fitness á þessum tíma. Ég var 19 ára, ég keppti í fitness og þú veist ég man rosa lítið eftir því. Ég man ekkert eftir því að hafa stegið upp á svið sko. Okay. Það alveg svolítið þannig en náði einhvern veginn samt að hvað segir maður, sinna þessum sjálfsaga þú veist og mæta á æfingar og að því að það var heldur ekki þú veist, mér þótti það ekkert leiðilegt ég gat alveg mætt á æfingar þótt ég væri ekki alveg 100% edrú sko. En hvernig nær maður endum saman í svona ástandi í svona langan tíma? Það áttu við bara veistu, hvar áttu heimili? Já, ég leigði með kærastanum mínu, við leigðum á Laugaveginum og hann náttúrulega sá að mestu að halda okkur uppi en ég var á námsstyrk þannig að ég, og líka held ég stór partur af hverju ég náði að tóra svona lengi í náminu samhliða neyslunni var vegna þess að ég þurfti að sýna fram á mætingu og ég þurfti að sýna fram á að ég væri að ná öllum lokaprófum og slíkt til þess að fá greitt, ég fekk að þetta námstyrkur bara á vegum félagsþjónustunar var þá, ég veit ekki hvernig það í dag, hvort það sé búið breytið sér í láni eða hvað en allavega þá var þetta bara námstyrkur sem að ég fekk greitt mánaðarlega fyrir að sýna fram á að ég væri að stunda námið En varstu þá, sem sagt, að þú sagði þetta verið félags er þetta að því að þú áttu þetta bakland sem sagt, eða nú ekkert bakland? Já, það metið, það bara, þú veist, það eru ákveðin stig sem að þú þarft að uppfylla, þú veist, ákveðin svona skor, þú veist, þú bara ferði í eitthvað próf og ef ég uppfylli þetta mikið að stigum að þá á ég rétt á fjárhags aðstoð eða þessum skólastyrk, þessari framfærslu frá En sko með hvað þú ert ótrúlega heilsuhraust í dag, heldur þú samt að þetta tímabili í lífinu hafi tekið mikinn toll? Alveg ekki spurning, bara ekki spurning. Ég meira þess að átti rosa erfitt með að fyrst sjálf að fara, ég átti svolítið erfitt með sjálfa mig þegar ég var að byrja í þessu námi íþrótta á heilsufræði og svo fer ég sjálf að þjálfa, ég er að þjálfa styrktaþjálfun og ég upplýði svona
hver er ég að ætla að vera á þessum vettvangi, þú veist, komandi með þennan bakgrunn, búin að ofbjóða líkama og sál til margar ára, búin að fara illa með mig og bara svona hver er ég að þykjast ætla að vera þessi, skilurðu, þú veist, en og það tók alveg klárlega sinn toll af heilsunni minni, að þannig að þú veist, sko, já, þetta, alveg bara klárlega, þú veist, alls konar svona kvillar og eftirköst sem að kannski sjást ekki beint, en ég er náttúrulega að glíma við alls konar, þú veist, ég held að komi enginn alveg heill út úr svona aðstæðum, en ég er þó nokkuð bein í baki miðað við allt saman, sko. Algjörlega. Og en þú veist, það er í kjölfarið, þú veist, alls konar ég er með þindaslit til dæmis og vélindabakflæði sem að kom í kjölfarið að þessu og taugakerfið mitt er oft mjög laskað og ég finn það þegar ég er undir miklu álægi í náminu eða bara undir miklu álægi í lífinu, þú veist, að sinna dóttur minni og svo kemur námið ofan á það og allt þetta að ég þarf að passa mig rosa mikið, ég þarf að vera með duglega að hlúa að sjálfri mér til að bara fá ekki taugaafall. Algjörlega. Þú veist, og alls konar svona sem að kannski, þú veist, svona ef ég líti á heildarmyndina hvernig ég hefði getað komið út úr þessu, þá þetta smávægilegt, en þetta samt, þetta tikkar inn og það alls konar hlutir og faktorar sem ég þarf að vera meðviti og út af svona áföllum og þannig að, og ég alltaf að læra, þú veist, þetta hvað 5 ár, rúm 5 ár síðan ég sneri við blaðinu. Já, segðu okkur endilega svo frá því. Já, ég kem svo inn á það, en ég ætla bara svona, fyrst við erum akkurat þarna núna að ég alltaf að læra meira og meira inn á sjálfa mig og átta mig meira og meira á því í rauninni hvaða afleiðingar fortíðin mín hefur haft á mig bæði varðandi æskuna og áföllin sem tengjast henni og einnig neysluna mína og áföllin sem tengjast neyslunni, af því þú veist, þetta tvennt bara alveg aðskilið dæmi, sko, en samt svona svolítið svona stórt eitthvað neginn og já, en ég samt, ég ætla að koma alveg, bara þannig að segja alveg á hreinu að ég ótrúlega þakklátt fyrir heilsuna mína í dag og krafti minn líka, að ég eitthvað neginn, þetta ekki sjálfgefið, alls ekki, og ég tek þessu ekki sem gefnu og ég mjög ánægð með, já, hvar ég stödd varðandi heilsuna í dag. Hvað heilsa fyrir þér? Heilsa það þetta jafnvægi á milli bara allra boltana sem þú ert með á lofti í lífinu. Það þú veist, hreyfing og andleg heilsa. Það sé ekki andleg heilsa númer 1, 2 og 20. En eins og með mig, þú veist að ég svo heppin að vera ofvirk, ég segi það alltaf, ég svo heppin að vera ofvirk að ég funkar ekki ef ég hreyfi mig ekki. Og þú veist, það líka var stór faktor í því að ég stundaði hreyfingu í neyslu, að ég verð bara, þú veist, þetta fyrsta sem ég lærði eiginlega sjálfa mig, að ef ég hreyfi mig ekki, að þá verð ég bara geðbiluð, ég verð bara með líður illa, ég verð skapstór, ég lærði þetta mjög snemma sjálfa mig og þannig að já, heilsa og til þess að andlega heilsa mín sé í lagi, þá þarf ég að hreyfa mig. Það var þangað sem ég var að fara með þetta. En og það líka bara þetta, þú veist, og heilsa einmitt líka þessi frábæri eiginleiki að geta kúpla sig út úr aðstæðum þegar það á við og ná sér aftur niður á jörðina. Og það eitthvað sem ég hef átt erfitt með gegnum tíðina og ennþá að læra og fínpúsa. Að slaka á. Það Þú fannst jóga? Ég fann jóga, já, heldur betur. Ég fann jóga í gegnum kærasta minn. Hann var að læra jóga þegar við vorum svona, þegar við vorum saman, þegar við vorum yngri, að undir lokin í sambandinu þá var hann byrjar að læra jógakennaran. Hann lærður Kundalini jógakennari og þá fann ég jóga í leiðinni. Hann var þú veist, 8 stunda x mikið jógadag og eitthvað svona til að uppfylla eitthvað skilyrði í náminu og ég eitthvað neginn svona, já, ég ætla bara að koma með og
fór í gegnum alls konar með honum þar og fyrst ég var að byrja að stunda jóga að þá kundalíni mjög kröftugt jóga, mjög kröftugt tegund af jóga og það alls konar öndunaræfingar í þannig jóga sem að urðu til þess að þegar ég var að byrja að gera öndunaræfingar svona kröftugar eins og eldöndun og þannig að ég stífnaði bara öll upp, fekk nálot og var allstar, þá var þetta bara svo mikið og þetta var svo yfirþyrmandi fyrir mínar tilfinningar og taugakerfið klálega, takk, það alltaf ekki bara aðalfaktorinn í þessu stærsti þátturinn að ég reði bara ekki við það bara stífnaði allt upp, ég fekk náladofa út allt andlit og var svo hrædd við það ástand að ég endaði þá í kvíðakasti og svona alls konar svona, þannig að ég svona lagði það til hliðar í smá tíma og tók aftur upp jóga eftir að ég átti stelpuna mína. Ég var einstæð þegar ég átti hana og já, það var ekki hlaupið að því að fara bara út á æfingar þegar mér hentaði. Þannig ég þurfti bara að finna einhverja leið til þess að bæði fá hreyfingu og líka bara svolítið að slaka. Þannig ég fer mjög mikið að grúska í svona jóga myndböndum á YouTube bara. Og byrjaði bara þannig, byrjaði bara smátt á, korters myndbandi, eitthvað sem ég vissi að ég hefði tök á og það heldur betur búið að þróast í á síðustlinum 4,5 ári og ég alltaf að bæta í og já, stunda bara mikið jóga sjálf og bæði ég og kæristi minn, mér svo aðsnaldi að segja kæristi minn, hann að vera 40 sko, ég ætla að segja maðurinn minn, þóttu sé mikið gift ég get ekki, það vantar hann að milli orðið, ég og maðurinn minn Sigmar, erum duglega stunda jóga saman líka og eftir að ég átti stelpuna mína að þá vorum við ekki byrjuð saman aftur og byggum ekki saman, en hann var mjög duglegur að koma til okkar og leiða mig og hann í gegnum svona jógakríur, af því hann alltaf, eins og ég tók fram mig, búin að læra jógakennaran. Þannig að já. Það er samlegt. Já. En bara svona forvitni, hvernig kom það til að þið kynntust aftur? Bara já, forvitni. Góð spurning. Við vorum saman í 3 ár, eitthvað svoleiðis 2-3-4 ár frá því ég var 16 ára þangað til ég var tæplega 20 og byggum saman þá, já, á mínum svona byrjunar neyslu árum. Og svo, hættum við saman, en það sem eiginlega samt ótrúlega skemmtilegt í þessu saman að ég hélt alltaf tengingu við mömmans og systur hans, að því að á tímabili byggum við inn á þeim sko, þannig ég bara bjó með þeim og þekkti þær og þannig að þótt að við værum hætt saman og það var heldur ekkert endilega í ykkur illu heldur, þetta var bara, við vorum alltaf vinir, alltaf rosa miklu vinir og ég líka bara vinkona mömmans og systur hans, þannig að ég var svona, ekkert alltaf en svona reglulega í samskiptum við þær og svo bara eftir að ég átti Ölfu, stelpuna mína, að þá einhvern veginn lágu leiðir okkar meira saman aftur, við vorum, ég segi, alltaf vinir og allt það, en hann kom til dæmis og heimsótti mig upp á fæðingadeild og já, kom mikið heim að gera jóga og svo einhvern veginn bara þróaðast það út frá því sko. Jógað hafi bara ekki leitt okkur saman aftur. Það er fallegt. Já. En þá kannski komum við að þessu stóra mómenti í lífinu þegar þú verður ólétt. Já, það var svakalegt. Já, ég skal bara fara út í það eins vel og ég man. Ég var stödd í meðferð þegar ég kemst að því að ég er ólétt af dóttur minni. Ég var inn á meðferðarstofnuninni Vogi, ég var þar og fekk að fara í svona skoðun og kem tilbaka upp á Vog vitandi það að ég sé ólétt og ég komin 12 vikur á leið sem eru 3 mánuðir og þannig að ég get ekki lýst í hvað þetta var ótrúlega mikið sjokk. Þetta var náttúrulega bara, mér var náttúrulega búið að gruna þetta eitthvað
smá áður, þú veist, þar að leiðandi fór ég í þessu skoðun og lét tjekka á þessu, en þú veist, að fá þetta svona staðfest og að þetta að fara að gerast, þetta var alveg gríðarlega mikið sjokk. Þá ertu hvað gömul? 26 ára, já. Ég var 26 ára, já. Þetta í janúar, 2019, þá ég 26 ára. Og já, sjokki var það mikið að ég einhvern veginn réði bara ekki við þetta og labba út af Vogi og fer og detti í það. Og ekkert viss hvað ég ætla að gera þarna, þú veist, ég bara vissi þarna að ég komin 12 vikur á leið og ef ég ætla að fara í fóstureyðingu þá það svona aðeins meira mál á 12 viku heldur en kannski þegar aðeins fyrir gripið inni. En ég vissi ekkert, þú veist, ég var heldur ekki, ég var ekki í neinu ástandi og ég var ekki, þú veist, færum að fara að taka einhverja ákvörðun, þú veist, ég bara gat ekki einhvern veginn hugsa, þannig ég bara gerði það sem ég kunni og fór út og datt bara í það og var í því í viku og á þessari viku þá fer ég í svona formlega 12 vikna skoðun upp á Landspítala á mæðravernd, fer þangað í formlega 12 vikna skoðun, ekki edrú og var nýbúin að fara að kaupa með leðabuxur og fá mig gat í augabrúnina. Ég fekk bara svona tilvistakreppu, það gerist eitthvað, ég er ekki að grínast, ég var 26 ára í tilvistakreppu og sem sagt, já, fer ég þessa 12 vikna sónaskoðun og þá fæ ég sónamyndirnar í hendina eftir það og hún að vinka mér. Ég ekki að grínast, hún að veifa mér, það bara svona, hæ, ég að fara að koma. Já, og ég eiginlega bara svona, ég svona 80-90% viss að ef það hefði ekki verið raunin, ef hún hefði ekki vinkað mér á svona myndunum, ég hefði færa að láta eyða þessu fóstri. Bara því miður að þá var staðan bara þannig að ég var ekki færa að hugsa sjálfa mig og ég gerði mig líka grein fyrir því. Þetta var ekkit sérna, þú veist, þetta var mjög skeri að því að ég var líka svo óbáslega meðviti hvar ég var stödd í lífinu. Já, áttur heimili, varst í vinnu? Nei, ég var löngu, ég var ekki að vinna neinsta, ég hafði ekki verið að vinna í mörg ári í eitthvað neinn. Ég tók bara rosa svona ákvörðun þegar ég var búin að vera í neyslu í einhver ár. Bara ég ætla bara að hætta að vinna, ég nenni ekki vera að rembast við að vera í vinnu og skóla, ég ætla bara að fá að vera, hvað ég segja, fíkill í friði. Þannig að ég var ekkert að vinna og ég bjó hjá foreldrum mínum og já, þannig að hún vinka mér, hæ mamma, ég að koma, þú voru að fara að gera eitthvað í þínum málum og þannig að ég fer inn á fíknigeðdeild þarna viku eftir að ég labbaði út af Vogi og að því að Vogi bar skylda að tilkynna mig í rauninni til barnaverndar þó svo ég væri ekki búin að eiga barnið. Heldur bara, það bara ólétt stúlka sem fór frá okkur að það vissu allir nákvæmlega hvað ég var að fara að gera Okay. Þannig þeim bar skylda að tilkynna mig þannig að út frá því nær Landspítalinn á mig bara. Ég fekk þetta símtal klukkan 8 mánudagsmorgni, þau náðu á mig í gegnum símannas pappa því ég var náttúrulega meira og minna símalaust ef ég var í því á annar borð, maður var alltaf að týna símum og eitthvað svona vesen. Þannig að pappi kemur inn með síman, bara enga símin og ég alveg brjáluð, bara hvað rugl þetta alltaf verið að trufla mig eitthvað og alveg, ég var brjáluð Og þá segir hún bara í síman bara, jæja, segirðu mín, ætlar ekki bara að fara að koma, þú veist, þetta Kristín frá fíknigeðdeild. Ég alveg bara þarf ég að koma þarf ég að koma núna, þarf ég að koma í dag, hún bara já helst, ég herðu, ég kem á morgun og þarna tók ég bara þessi ákvörðun bara svona, ok, ég kem á morgun, ég að fara að gera þetta svona út frá því líka að ég var búin að vera pæli í þessu með sónamyndinar og hún var að vinka mér. Þannig að ég labba bara inn á fíknigeðdeild upp á Landspítalanum með eina bók í vasanum og á náttslátnum og og fer í þessa vegferð, þessa sjálfsvinnu sem að við tók og meira og minna í meðferð alla meðgönguna. Ég sem sagt var
ég þurfti að vera 2 vikur inn á fíknigeðdeild í afeitrun áður en ég gat farið sko formlega inn á afeitrunina stöðina sjálfa inn á Vog að því að afeitrun getur verið svo flókið þegar þú ert sagt, bara ólétt að því að það þarf að huga að sagt, fóstrinu og hvaða lyf þú mátt taka sem að fara ekki í gegnum fylgjuna. Þannig að ég þurfti að fá önnur lyf en eru gefin þegar þú ert í afeitrun inn á Vogi og þannig að þetta var pínu ferli og svo fer ég beint í svona framhaldsmeðferð á Vík, var þar í 4 vikur og þegar ég kem út úr meðferð þá náttúrulega bara á ég ekki heiman einstæðar, ég get ekki flutt aftur til foreldra minna því þau eru í virkri neyslu og ég er að reyna að bara snúa við blaðinu. Þannig að ég flutti inn á Dyngjuna sem er áfangaheimili fyrir konur og ég var komin 5-6 mánuða leið þegar ég kem meðferð, eitthvað svoleiðis og bý á Dyngjunni í 2 mánuði og þegar ég var þar að þá hafði ég ekki hugmynd hvar ég ætlaði að búa þegar barnið fæddist. Ég var bara komin 7 mánuða leið, þegar ég fekk loksins íbúð og það var Hafnarfjarðarbær og barnavernd sem að hjálpuðu mér með það ferli sko. Og líka bara leið og ég fer þarna inn á fíknigeðdeild í afeitrun að þá kemur kona fulltrúi frá barnavernd þangað og okkar samstarf hefst þá strax. Og hún segir mér bara það eru bara þessi og þessi og þessi skilyrði ef þú ætlar að fá að halda barninu þínu. Þú þarft að klára þessa meðferð og þú þarft að gera þetta og þetta og þú þarft að þú mátt ekki búa hjá foreldrinum og svo framvegis og ég segi bara ekkert mál en ég þarf að fá eitthvað aðstoð við þetta, ef ég á að gera þetta og þetta og þetta, þá verður þið að hjálpa mér með þetta og þetta og þetta, skilurðu, að því að þú ert með ekkert bakland og og kemur úr þessum aðstæðum að ég var ekkert í þeirri stöðu að fara á almenna leigumarkað, bara enga veginn sko. Og ég gæti ekki hringt bara í pappa og hann græjaði íbúð eða eitthvað svona skilurðu, það var bara ekkert að þessu hlaupið sko. Þannig að já. Þannig að þú ert þeim mjög þakklátt í dag, barnavernd og Hafnarfjarðarbæ. Alveg gríðarlega, ég get bara eiginlega ekki listi, ég veit ekki hvað hefði orðið okkur ef ég hefði ekki fengið þessa íbúð á þessum tíma sko. Þannig að þú ert búin að vera edrú síðan þarna? Já. Síðan janúar 2021. Nei, fyrir ekki á janúar 2019. Já. Já. Yndislegt. Og meðgangan gekk bara vel? Herðu, hún gekk mjög vel, já. Ég þegar ég kemst að því að ég sé óleitt af henni, þá er ég komin 3 mánuði á leið. Ég var reyndar svolítið létt. Ég var undir 60 kílóum og ég er náttúrulega 1,73 og ég er ekkit voðalega fíngerð. Þannig að ef ég er undir 60 kílóum þá náttúrulega er ég bara vannar. Það er ekkit annað. Ég er náttúrulega búin að bara misbjóða líkamannum mínum og vera vannar í mörg ár. Þannig að þær höfðu smá áhyggjur að því þarna fyrst að ég væri létt og ég þyrfti að þyngja mig. Og það var ekkert mál sko, ég bara bara borðaði og svo kom þetta og það var nefnilega svo eitthvað neginn ótrúlegt að það var búið að búa mig undir alltaf versta, ég var í áhættu meðgöngu og ég var í eftirfylgni vikulega upp á mæðravernd bæði það að pissa í pissubröfu upp og ég var ekki potið edrú og líka bara að fylgjast með hjartslættinum og fylgjast með framvindu meðgöngurinnar hvernig, hvort það væri ekki allt í lagi að það var búið að undirbúa mig náttúrulega undir alls konar bæði það að hún er í fyrirburi og líka það að náttúrulega væri einhverjir kvillar það væri bara fatlanir eða eitthvað slíkt eftir þá neysluna já, út frá því að það náttúrulega oftar en ekki þá eru afleiðingar af svona neyslu og þetta eru náttúrulega fyrstu 12 vikurnar þar sem ég hef ekki hugmynd að ég sé með barni og er bæði að misbjóða mér með alls konar fíkniefnum og líka bara það að ég er ekki að næra mig neitt
það engin næring að eiga þessi stað og ég ekki að taka inn, og hvað þó vítamín og eitthvað þannig skilur mig, það bara ekki fræðilegt. Hún hefur fengið bara alla þá næringu sem þú allt, bara allt sem var allan forða sem var þarna greinilega að því að já, meðgangan gekk mjög vel og mér leið líka bara vel, ég tala ekki bara því ég kem meðferðinni, mér leið vel á dyngjunni þess að 2 mánuði sem ég var þar, einhvern veginn þrátt fyrir að vita ekki hvernig allt færi, þá var ég mjög róleg og ég vissi að þetta færi vel. Inn í mér, innst inn í mínum kjarna, vissi ég að einhvern veginn færi þetta allt saman vel. Og það gerði það líka. Þetta var einmitt svo, því ég hugsa tilbaka sko, því ég einhvern veginn búin að vera miklu taugatræktari síðustu misseri núna heldur en þá, sko, ég bara, hvernig var ég, það bara rann ekki í mig blóðið og þarna var ég í, þú veist, erfiðum aðstæðum, skilurðu mig. En alltaf hafi ekki verið það líka bara, eitthvað svona móður eðilega kikkin, bara nú þarf ég bara að vera róleg og slök. Þá kemur þetta. Akkurat. Og svo fættist hún? Svo fættist hún, já. Ég fæ bara svona ég fæ bara bros og gleði út allt þegar ég hugsa til þess. Þetta var bara geggja, fæðingin gekk mjög vel. Ég fór á stað klukkan 6 morgun og hún var fætt rúmlega 4 klukkutímum seinna. Það bara já, þú bara fætt í þetta. Ég bara fætt í þetta, það bara þannig algjörlega, þetta tók eitthvað 4 klukkutíma og líka það ég fór viku fram yfir, eins og ég talaði það var búið að undirbúa mig undir það að því í flestum tilfellum þar sem að móðir í neyslu fyrstu mánuði á meðgöngu að þá tilfellið að það fæðist fyrirburi. En henni leið bara vel hjá mömmu sinni og var þarna að planta sér viku lengur, þannig ég fyrir viku fram yfir tíma og já, og sem sagt fæðingin bara gengur mjög vel. En gerð einhver svona sérstök próf á börnum sem fæðast eftir svona meðgöngu? Það sem vita var að móðurinn var í einhverju neyslu. Meinar þá á barninu sjálfu eftir það komi í heiminn? Já. Ekki svo ég viti til, ekki svo ég sko ekki beint. Nei, ég held ekki svo ég muni sko, en það sem að var gert í mínu tilfelli að ég mátti vera 3 sólarhringa upp á fæðingadeild og í dag þetta bara þannig að þú bara fæði barnið og svo ertu bara komin heim til þú veist, klukkutíma seinna líka við skiluru. En ég fekk að vera 3 sólarhringa upp á fæðingadeild eftir í 8 með mikilli ég fekk mikla aðstoð og bara svona þú veist, alla þá leiðsögn sem að ég þurfti og alltaf verið að koma inn til okkar tjekka, þú veist, hvort að ég fekk bara opbóðslega góðan stuðning, þú veist, og mín saga varðandi það bara ótrúlega góð, maður heyrir alls konar, þú veist, af sögum bæði af einmitt barnavernd eða þá af reynslu kvenna upp á fæðingadeild og annað en ég bara einhvern veginn ótrúlega heppin með það að mín reynsla búin að vera góð og ég búin að fá alla þá aðstóð sem að ég þurfti á þessum viðkomasta tíma lífsmins bara. En varst þú líka kannski duglega að sækja hana og biðja hana? Já, ég var það og þú veist líka bara út af því að mér voru sett þessi skilyrði frá barnavernd að ég þyrfti að tækla ákveðna þætti til þess að fá að halda barninu að þá einhvern veginn svona kviknaði á okkur hjá mér líka einmitt og svona já þú veist líka bara það að mér langaði ekki að bjóða henni upp á mig í bara tættri og flæktri og þú veist þótti hefði náðu láta að renna af mér og allt það, mér langaði að geta boðið dóttur minni upp á eitthvað meira, þú veist þetta umfram þetta, þú veist að ég seti staðar þú veist, ég sem besta mögulega ég akkurat þá en ekki bara einhvern veginn að þú veist, þannig að ég vann gríðarlega mikið í mér, ég nýtti mér þann tíma í meðferð og svo var ég líka í dagsmeðferð upp á Teigum, upp á Landspítala sem þau bjóðu upp á svona dagsmeðferð þar og nýtti mig þá, ég var í meðferð bara þangað til að síðustu vikuna, þú veist og vann í mér og nýtti mér hennar tíma og mitt sótti mér aðstóð og leitaði mér hjálpar og baði um hjálp þar sem við átti að því að ég gerði mér bara grein fyrir því að ég var ekki í neinni stöðu til þess að díla við þetta sjálf. Þú veist, og hver hefði verið það í þessari stöðu?
Þannig að ég áttaði mig bara á því að ég var ekki að fara að gera þetta ein, þótt að ég hafi gert þetta ein, en þú veist, ég nýtti mér þá aðstóð sem var í boði úr öllum áttum. Þannig að þegar varstu svo komin heim með hana, Já. Varstu þá með eitthvað bakland, eitthvað sem gætt stuðning, eða varstu bara rosa mikið ein? Sko, mamma og pappi náttúrulega voru alveg gríðarlega mikið til staðar eins og þau gátu og ég tek það ekki af þeim að ég hefði ekki getað þetta án þeirra. Ég held að þau hefði komið í hvern einasta ungbarnasinn tíma með þér. Þau komu í hvern einasta ungbarnasinn tíma, já, algjörlega, að það var bara þannig og fyrstu mánuðina í hennar lífi þá gekk þeim líka bara mjög vel með edrumennskuna og annað, hún bara svona þetta litla kraftaverk, hún dóttir mín sett okkur öll einhvern veginn bara á annað level. Ég er ekki að grínast og ég veit að það er, þú veist, oft tala það, þú veist, að auðvitað er það ekki þannig að börnin bjargi manni endilega, en þú veist, það var bara eitthvað sérstakt við þetta tilfelli og hún bara svo sannarlega bjargaði mér. Er það ekki bara að maður færi annan tilgang? Maður færi annan tilgang, algjörlega, það er algjörlega þannig og þannig að mamma og pappi voru bara eins og klettar hjá mér fyrstu daga, vikur, mánuði. Yndislegt. Já, eftir í 8 og já, þannig að ég þeim bara ótrúlega þakklátt fyrir það sko. Það var rosa gott að hafa mömmu og pappa þegar ég þurfti mest á því að halda, þannig að þau mega alveg eiga það. Æðislegt. Og já, kannski að skjóta ég bara inn líka að þau eru bara bestu amma og afi í heimi og þau í alvörum talað, ég er mjög ánægð með þau. Æ, gott. Ég veit bara að skrifa heila bók þetta allt saman. Ég held þú getur alveg skrifað þetta og ég myndi lesa hana. Gekkja, takk fyrir það. Sko, Inga er nefnilega ljóðahöfundur, hún hefur gefið út ljóðabók. Það er rétt. Hvað heitir hún? Blóma Blues. Skýrði hana, ég skrifaði þessa bók í fæðingarorlofinu mínu, eða þú veist, bara eftir að ég átti stelpuna, þá var þessi bók til. Þetta er afsamlegt. Já. En að því vorum að tala tilgang. Já. Hver finnst þér núna eftir þessa, þú ert búin að upplifa hæðir og lægðir og allt, þú veist, hver er þá tilgangur lífsins? Ég veit, þetta er djúp spurning. Já, ég til í það, ég fíla djúpt. Tilgangur lífsins er að þekkja sjálfa þig nógu vel til þess að vilja verða besta mögulega útgáfan af sjálfum eða sjálfri þér. Ég veit, þetta er ótrúlega cheesy eða svona væmið eða eitthvað, en þetta er klísja, það er orðið sem ég leita, en það sem ég er einmitt búin að fatta svo mikið núna í gegnum tíðina og sérstaklega á þessum tíma eftir að ég sneri við blaðinu, er að það er alltaf þessar klísjur sem eru sannar. Þú veist, þetta er eitthvað sem ég rangvaldi augunum yfir fyrir 10 árum, þú veist, og svo er ég bara, já, þetta er, en það er, ég held það að leitast við að verða besta útgáfan af þér og mæta þér þar sem þú ert í dag og sleppa tökunum á því sem að þú hefur enga stjórn á. Og já, ætla til að sum it up, að tilgangur lífsins er að verða besta útgáfan af sjálfri þér eða sjálfum þér til þess að geta gefið eins mikinn kærleika út í heiminn og til fólksins í kringum þig eins og hægt er. Þetta er fallegt. En svo náttúrulega eins og þú veist manna best, þá veljum við ekkert okkar bakland, skilurðu. Nei. Við fæðumst inn í mismunandi aðstæður, við fáum alls konar þú veist, spil á borðið okkar og fyrir suma er þetta bara auðveldara en aðra. Þannig að, þú veist, hvað getur þið sagt við einhvern sem er í mjög, mjög erfiðri stöðu og kannski einhvern sem búin að vera neyslu lengi, þú veist, er alltaf hægt að snúa við blaðinu? Já, það er alltaf hægt, alveg sama hversu vonlaus staðan virðist vera, en það er hægt að snúa við blaðinu, það er ekki auðvelt, en það þarf heldur ekkert að vera auðvelt, af því auðvelt er ekkert alltaf betra, það er bara auðveldara. Sko, ég get náttúrulega bara sagt út frá minni reynslu og mín reynsla er allavega svo að
þú talar einmitt að við fáum ekki að velja okkur aðstæður sem við fæðumst inn í, við fáum ekki að velja okkur foreldra og svo framvegis. Sko, eins og staðan í dag og að því að ég hafði tök á því að snúa við blaðinu og ég hafði tök á því að taka þau spil sem að mér voru gefin og ég lagði þau á borðið og ég ándjóks bara gerði það besta úr mínum spilum, að þá get ég bara sagt af öllu mínu hjarta að ég myndi ekki vilja breyta neinu. Ég hefði ekki vilja fæðast inn í neinar öðruvísi aðstæður. Ég hefði ekki vilja eiga neina aðra foreldra heldur en akkurat þá foreldra sem ég á. Og ég hefði ekki viljað heldur, þú veist, að lífið hefði verið auðveldara. Af því að það er þetta að ef þú nærð að snúa við að þá kemur inn aftur með svo miklum krafti. Það er eitthvað, þú veist, það er einmitt þessi klísja sko að þeir sem að hafa upplifað og þurft að upplifa myrkrið, að ef þeir ná að snúa við og koma aftur í ljósið, að þá hafa þeir svo ótrúlega mikið ljós að gefa. Og þannig að þú veist, ég ef einhver er að hlusta og er í erfiðum aðstæðum eða í neyslu og vill snúa við blaðinu, þetta er hægt en þú þarft að hafa fyrir því. En það er þess virði ef þú leggur í það. Og líka bara að þiggja aðstoð. Er það ekki líka oft erfitt? Klárlega, það getur verið mjög erfitt. Sérstaklega líka fyrir einmitt fólk eins og mig og margar sem ég þekki að eiga erfitt með að þiggja aðstoð þegar maður er svo ótrúlega vanur því að þurfa að gera allt sjálf eða sjálfur. Já, þú hefur bara gert það frá því og mannst eftir. Já, bara rumpa þessu af og bara ég skal græta og svona þú lærið það mjög fljótt að ef þú ert ekki að fara að gera það er engin annar að fara að gera það fyrir þig, skilur. Það er svona þetta mindset sem að er vissulega hefur reynst mér vel á ýmsum tímum í lífinu og var vissulega þannig, en þegar þú ert sem hvað viðkvæmastur að einmitt bara leggjast, falla niður á hné og bara hjálp sko, getur einhver hjálpa mér og það var ótrúlega erfitt að biðja hjálp og ég kunni ekki, ég lærði svo mikið hvernig á að biðja hjálp og ég er ótrúlega þakklátt að ég kunni að biðja hjálp í dag líka, þú veist, og ég er ennþá, þú veist, þótt að eitthvað hafi, þú veist, komið og verið svona og þýðir að samt ekki að ég sé alltaf með allt þetta á hreinu að því ég er ennþá líka einmitt að minna sjálfum á herðu, kannski er sniðið að biðja hjálp og ég gera það ekkert alltaf í öllum aðstæðum en svona þegar öllu er á botnin hvolft í þeim aðstæðum sem ég þarf að þá er ég farin að biðja meir hjálp og það er rosa gott og fyrir ykkur sem að kunnið ekki að biðja hjálp, ég mæli með að þið læri það er rosa gott að því við erum, þú veist, við erum félagsverur og við erum hjarðdýr, það er bara þannig við mannfólkið og eitthvað sem ég átti erfitt með að sætta mig við að því það var bara svo rosa þægilegt ofta að vera einn og þurfa bara að hugsa sig og sínar þarfir og eitthvað neginn græði þetta á minn hátt en sem að ég vissulega gera oft líka, skilurðu, þú veist, maður er alls konar þannig já Sko, ég fekk alveg gæsa þú þegar ég horfði á þáttinn aftur okay. og að því að þú ert alveg mögnuðinga. Takk, Erla. Í alvöru. Takk. Og bara hvernig þú stendur alltaf keik einhvern veginn og þetta er eitthvað svona æðrileysi sem ég upplifi í kringum mig. Já, geggjað. En ég man að þú varst að tala um að þú ætlaðir að verða prestur. Já, heyrði, já, ég hætti við. Eða sko, já, ég hætti algjörlega við. Ég ætla bara að segja, ég ætla að vera alveg 100% hreinskilinn og segja hvað var til þess að ég hætti við það. Ég sem sagt var alveg harða ákveðin í því að fara í prestun. Það reyndar er eitthvað sem að blundaði í mér bara lengi sko og man eftir mér. Mér langaði að verða prestur. Það er eitthvað við, ég fer alltaf að gráta því ég fyrir kirkjur, ef ég fyrir messur og slíkt. Ég hef alltaf verið svona bara frá því ég var barn. Ég brotna niður og ég græt og þú veist, ég get ekki farið í fermingu í dag og ég bara brotna niður og fer að hágráta. Ég hef alltaf verið svona, þetta er svo mikið svona
eitthvað mér æðra bara, þú veist, ég upplifi það í kirkjum, þannig að ég opnar á tilfinningarnar. Og það gerir það og ég eitthvað neginn svona, já, ég finn eitthvað svona, eitthvað svona, já, algjörlega, finn eitthvað tilfinningu í svona tilfellum og sem sagt, langaði lengi vel að verða prestur, en svo gerðist það að ég fór hreinlega bara að skoða áfangana sem ég þurfti að taka til þess að fara í námið til þess að vera prestur. Og ég var bara ekki akkurat þar þá þegar ég var að skoða það, þú veist, siðfræði kristnifræðinar árið 1000 fyrir Krist eða siðfræði, þú veist, 1000 eftir Krist. Ég var bara ekki alveg til í það, akkurat þá. Þannig að ég ákvað að finna mig bara eitthvað annað og hafði ætlað mér að fara í íþrótta heilsufræði eins og kom fram í þættinum. Líka, kom það ekki fram þar? Jú, mér minni það. Ég hef ekki hort á þetta núna svo lengi. Allavega að en sem sagt, það kom ekki til samt núna að ég endaði íþrótta heilsufræði vegna þess að ég hefði ætlað mér það áður. Ég sem sagt reyndi að komast inn í sjúkraþjálfaran. Ég tók inntökupróf, ég ætlaði bara að fara að vera sjúkraþjálfari, sko. Og já, þannig að ég mitt fór í markþjálfun og markþjálfunin sparkaði í mig að fara að sækja nám og koma mér í skóla. Flott til þér. Yes. En ég get líka alveg staðfest að þú ert algjörlega á réttri hillu. Já, takk. Ég veit að ég er nefnilega svo fein að ég komst ekki inn í sjúkraþjálfaran, sko, af því að ég finn það að ég á að vera hér. Er ekki lífið brátt þannig? Það lokar einhverjum dyrum fyrir okkur og opnar aðrar. Það er þannig. Já, því að sko mér fannst þetta dásamlegt að þú ert búin að vera núna nemi hjá mér í 3 vikur. Já. Og sko jóka tímandi sem þú varst að kenna var bara framúrskarandi. Sko. Geggja, takk. Ég held að nemyndunni sakni þín örglega. Geggja, takk Erla, takk. Þannig að þú ert sko á réttri braut. Já, ég myndi segja það. Algjörlega. Já. En hvað ef við kannski endum bara svona að tala um hvað þú gerir í dag til þess að hugsa um þína heilsu og kannski bara hvað þú hefur lært á öllu þessu ferli. Já, góð spurning. Sko, já, þú spurði mig líka á það hvað er heilsa og mataræði. Mataræði er heilsa og það er eitthvað sem að ég hef verið að taka mikið í gegn, sérstaklega bara eftir ég byrjaði í náminu, það er nefnilega svo ótrúlega skemmtilegt með þetta nám að ég hef búin að læra svo margt inn á mig og mína heilsu. Þess að læra íþrótta og heilsufræði. En það sem ég geri er náttúrulega bara þetta klassíska að ég passa upp á mataræði og ég passa upp á hreyfingu og reyni eins og ég get að passa upp á svefn og allt þetta. Og það sem að ég líka þarf að gera til þess að hlúa að bæði minni líkamlegu og andlegu heilsu mitt eins og ég kom inn á áðan að stoppa og slaka á. Og undanfarið, síðustu mánuði þá hef ég bara ekki verið nógu dugleg að gera það. Alltaf bara, þú veist, maður er að fara að útskrifast í júní og það eru verkefni og ég er búin að vera hjá þér í æfinga kennslu og ýmislegt, þannig að maður svona, já, margt að gera og þannig að þú veist, já, það sem að ég mætti vera að gera meira af, ég er að minna sjálfa mig á þetta, að er einmitt að slaka meira á. Hvernig gerir það? Til dæmis með því að stunda meira jóga, vera duglegri að stunda jóga og hugleiðslu, það nær mér alltaf niður á jörðina og ég er alltaf jafn hissa að þetta sé týndi hlekkurinn þegar ég gleymi þessu. Og líka bara kannski ekki vera með 1000 bolta á lofti. Ég brenn mér rosa mikið á þessu, þú veist. Ég líka. Já, einmitt, ég get alveg ímyndað með það og það er örugglega svona svipaða kraftur í þér eins og mér. Ég get alveg ímyndað með það og já, þú veist, ég þarf að passa mig á þessu, sko, að því þú veist, manni langar að gera allt og vera í öllu og vera allstaðar og segja já við öllu og svo einhvern veginn líka, þú veist, er ég alltaf að finna þetta jafnvægi í þessu, að því að lífið mitt er náttúrulega búið að stækka svo mikið síðan ég átti Ölfu og síðan ég sneri öllu við, að þú veist,
það alltaf að stækka og ég bara kann ekkert að vera fullorðin með svona stórt og fallegt líf, en þú veist, ég hef aldrei gert það, þannig ég bara ótrúlega mikið að læra inn á það og hvar mín mörk liggja og þú sé ekki bara, þú veist, það besta sem ég get gert fyrir mína heilsu að þekka þessi mörk, vita hvar þau liggja og hlusta á það, þú veist, fylgja því eftir. Það bara klálega það besta sem ég get gert fyrir mína heilsu sko, því að þú veist líkamlegt treysti hjá mér bara rosa gott og allt það og þú hefur verið að keppa í aflraunum og kraftliftingum já, ég hef mitt og alls konar, ég vann hérna titilinn sterkasta kona Íslands í léttari flokkum sumarið 2022 til dæmis. En þú veist, og líka einmitt talandi að vera ekki mjög of marga bolt á lofti, skilur, þú veist, að finna hvar mörkin liggja, þú veist, forgangsraða, núna ég í skóla, þú veist, þá ég kannski ekkert að fara að vera að keppa rosa mikið í aflraunum og kraftliftingum og þess áttar, þú veist, og ég bara einhvern veginn alltaf að læra þetta, sko, þú veist, þetta bara eitthvað sem endalaus æfing og kemur vonandi alltaf smátt og smátt svona meiri þekking á þessu með tímanum. En þú veist, það bara þetta að vita hvar mörki mín liggja og fylgja því eftir að því að upp á síðkasti þá hef ég bara ekki verið að gera það. Ég eitthvað neginn, já, bara þú veist, skóli og þetta bara, þú veist, samfélagið krefst þess af manni að maður sé eitthvað neginn út allstaðar eins og staðan í dag, skilur mig. Og hérna, já, ég þarf bara að læra að segja nei líka. Þú veist, eins erfitt að það geta verið, sko. Og líka, já, mig talandi það besta sem ég gerir fyrir heilsuna mína og þá aðalega andlegu heilsuna mína, það að hérna tjá mig, tala, þú veist, segja, þora að tjá mig, þora að vera ég og þora að segja mína skoðanir. Ekki halda aftur að mér eða byrja eitthvað inni, að ég hef alltaf verið rosalega opin típa, ég bara mjög opin og hávær og fyrirferðarmikil og allt þetta, en undanfarin kannski svona 2-3 ár þá hef ég meira verið að lokast inn á við, ég veit ekki af hverju og hérna eitthvað neginn svona hrættari við, þetta svo skrítið, þetta gerist allt í henni bara svona hrættari við að taka pláss og hérna það bara og ég finna að það hefur áhrif á andlegu heilsuna mína, það bara þú veist, farin að byrja meira inn í mér, ég veit ekki hvernig ég útskýri þetta betur, ég bara eitthvað neginn það ekkert sem gerðist? Ekki svo ég veit, ekkert eitthvað eitt, kannski eru margir þættir þarna sem spila inn í, það getur vel verið og þú veist, eða þá líka einmitt eitthvað að triggerast frá æsku eða úr neyslu eða eitthvað, þú veist, það eins og ég talaði áðan að ég alltaf að læra inn á sjálfa mig bara, hérna, þú veist, og hvernig ég virka með minni fortíð og það eins og þú veist, það kemur engin alveg heill út úr svona aðstæðum þó ég svo nokkuð bein í baki að hérna já, þú veist, og ýmislegt svona kannski gerist eitthvað, þú veist, mamma segir eitthvað og ég fatt allt inni bara þetta bara eitthvað að triggera mig, þú veist, ég ennþá að lendi í þessu og alltaf lendi í einhverju nýju og bara læra inn á þetta. En finnst þér ekkert erfitt að foreldrar þín séu ennþá í neyslu? Sko, ég tók ákvörðun, auðvitað það erfitt, þú veist, og þau eru on og off og það eru góðir dagar og það eru slæmir dagar og hérna ég tók bara þessa ákvörðun þegar Alfa var eitthvað 2 ára, eitthvað svoleiðis að því að þetta var búið að vera svo erfitt, þú veist, það var kannski búið að gera plön, sunnudagsmatur og svo hérna þurfti að hætta við þau plön og ég alltaf svo svegt og þú veist, þetta svo leiðinlegt, þetta svo ótrúlega þreytandi að vera alltaf að verða fyrir vonbrigðum aftur og aftur og aftur að því auðvitað vill maður trúa því, þú veist, að allt gangi eftir plani og þú veist, fólk gera það sem það segist ætla að gera en það oft ekki raunin og líka ég var bara svo reið út í sjálfa mig að ég skildi alltaf vera að leyfa öðrum að hérna valda því að mér líði svona, skiluru að valda þessum vonbrigðum hjá mér þannig ég var bara reið út í sjálfa mig að því ég náttúrulega já en jú, það vissulega erfitt en ég tók bara þessa ákvörðun að annarkort þarf ég að loka alveg mín vegna og dóttir mín fara ekki að kynnast ömmu svona afa eða þá að
ég þarf að sætta mig við aðstæður eins og þær eru í allri sinni dýrð úr öllum þeim áttum sem að þær koma og dóttir mín fara að kynnast ömmu svona afa og öfugt náttúrulega líka, þetta vill ég náttúrulega líka mamma fá að kynnast barnabarnanni sínu og pappi fá að kynnast, þetta ekki bara, þú veist, já. Og ég tók þess ákvörðun að ég ætlaði ekki að loka, þó svo það hafi vissulega, ég held að það hefði verið auðveldari valkostur að loka, af því ég kann það, ég hef gert það áður, ég hef lokað á foreldra mína oft í gegnum tíðina og auðvitað ég er ekkert að segja það sé auðvelt en það er eitthvað sem að ég kann og þá bara loka maður, bye skiluru. En ég tók þess ákvörðun að ég skildi bara svolítið aðlagast aðstæðum hverju sinni og það er, þú veist, ekki það er rosa góður svona skilningur bæði hjá mér og foreldrum mínum að þegar það er eitthvað, þegar þau eru ekki edrú, að þá eru þau ekkert að hafa samskipti, þannig ég þarf ekkert að hafa ágjur af eitthvað svoleiðis, þú veist, þau eru aldrei að fara að birtast heima eða eitthvað svona, þú veist, það er ekkert þótt að það sé helvitis kjaftaði, þá er ekkert helvitis kjaftaði, skilurðu mig. Þannig að sem er gott, en þetta er erfitt og tryggjara náttúrulega, þú veist, litlu yngu inn í mér oft og já, þannig, en það er sem sagt, og það er líka bara reglam og mamma veit það og pappi veit það og þau virða það bæði að þau fá ekki að vera með barnið nema þau séu edrú. Og ekki bara nóg að vera edrú heldur líka í tilfinningarlegu standi til þessa sinninni, því að þau geta verið á fyllir í einn daginn og svo eru þau bara í klessu marga daga eftir á og ég vil heldur ekki að dóttir mín komi inn í þannig orku. Þannig að það er bara svona gagnkvæmur skilningur á þessu og það hefur bara, þú veist, svo það eru góði dagar og þá reyni ég að meðtaka það og drekka það inn og njóta þess á meðan það er, af því að góðu dagarnir eru svo góðir og svo koma slæmi dagar og þeir geta verið ömulegir og þú veist, og ég heyri kannski ekkert í mömmu og pappa í einhverja daga eða eitthvað svoleiðis eða þú veist, það gerist mjög sjaldan að það sé einhverja vikur þar sem ég heyri ekki þeim, af því við erum eitthvað neginn svo ótrúlega náinn öll þrátt fyrir allt saman og þú ert í sambandi við systur þínar alveg já og þær eru sem sagt guðmæður dóttur minnar báðar systur mínar og já algjörlega, þannig að þú veist, og það er líka kannski eitt í þessu öllu saman að þegar þú elst upp í svona aðstæðum að við einhvern veginn, þú veist, að því að það leiddi ekki til þess að við lokuðum á hvort annað, heldur ákveðu við erum öll í samskiptum, að þá einhvern veginn verður maður svo náinn eftir allt sem hefur gengið á. Þú veist, og það var líka, þú veist, það er gott í þessu og líka kannski að því við, það var aldrei neitt svona bælt niður eða eitthvað svona, við vorum bara svona eins og 5 manna ítölsk fjölskylda, allir að garga á alla og þú veist, það var alltaf svona sagt hvað, þú veist, maður sagði bara það sem maður var að hugsa, skiluru og ég er bara rosalega þakklátt fyrir það. Ég upplifi þeim mjög hreinskilna. Já, gott. Og ég fíla það, ég fíla hreinskili fólk. Já, geggjað. Mér fannst að kom upp í hugan á mér ég hló svo ógeðslega mikið af því að við vorum saman á fyrirlestrum daginn hjá Önnu Steinsen og hún var að tala hvernig kynslóðna tólka eitthvað misjæmt og svo sendi ég ykkur skilaboð svarið var ok og upphrópunarmerki fyrir mér var það bara ok, thumbs up, frábært, ekkert mál eitthvað svona og svo komu þau tilbaka, var þetta ok? Já, varst að meina þetta akkur sendur upphrópunarmerki, varst að meina þetta eitthvað illa eða? Já, mér varst það svo fyndi, ég sagði bara af því að þú var svo hreinskilin, þá spurði þú bara Já, Tinna spurði, hún hafði miklar áhyggjur af þessu sko algjörlega mér finnst þetta svo fyndið já, þetta er mjög fyndið það er gott að vera hreinskilin það er mjög gott að vera hreinskilin og ég held að sé bara, já, það er mikill mannkostur að vera hreinskilin En ertu einhvern tímann hrædd við fíknin? Sko nei, ég er það ekki ég ætla ekki að segja að það hafi ekki sko hvarflað að mér er ekki rétta orðið en það hafa alveg komið upp hugsanir sérstaklega ég er að upplifa meira núna undanfarið
sem sagt kannski síðastlínum mánuði búið að vera mikið álag á mér bara svona vá hvað væri gott að fá sér eina Jónu núna eða eitthvað, þessar hugsanir hafa alveg komið upp en ekki þannig að ég sé hrædd við þær okay. Ekki þannig að ég sé hrædd að það taki yfir eða já, ég veit ekki, þú veist nei, ég er ekki hrædd við það, skilurðu mig ég Þú óttast ekkit eftir að leiðast út í fíkn? Nei, ekki eins og staðan allan í dag og ekki eins og staðan hefur verið sko. Þú veist, eins og ég segi, þessar hugsanir kom alveg, bara vá hvað væri gott og allt það, en það samt bara hugsun, svo ég fyrir aftan og ég að og ég veit að sko, kannski, ég veit ekki, þetta góð spurning alltaf ég ekki hrædd við fíknina, ég ekki hrædd við að fara aftur að nota fíknefni af því að ég svo ógeðislega hrædd við hvað myndi gerast ef ég myndi gera það þannig að þú veist ég fattar mig, þetta já og nei þú veist, ég svo hrædd við eitthvað annað af því að ég hafði svo mikið fyrir því að koma mér út úr þessu ég hafði svo ótrúlega mikið fyrir því og og ég lagði svo mikið í þá sjálfsvinnu sem ég fór í og mér leið svo illa undir lokin í neyslunum minni, mér leið svo illa þegar þetta allt var í gangi, ég var að komast að ég verið ólétt og þetta var svo ótrúlega erfiðu tími að ég get ekki hugsað mér að fara aftur á hana stað af því ég veit alveg að ef ég ætla að fara aftur að nota fíknefni eða fara á djammið eða eitthvað að þá ég komin þangað aftur á 0-1 ég veit að ég ætla ekki einu svona eitthvað svona nei, þetta verður eitthvað öðruvísi hjá mér eða eitthvað, það verður það ekki, ég veit það og ég þori ekki að fara þarna ég tími því ekki Þú ert svona all-in típa í öllu sem þú tekur fyrir hendur Allt eða ekkert, alveg sama hvað ég er ekki fara að gera eitthvað eitthvað millivegur eða eitthvað, ég veit ekki eins og hvað það en ég að reyna að koma stæði hvað það En nú ertu all-in mamma Ég all in mamma, já, algjörlega sem yndislegt Já og líka bara eins og þú veist, tekið fram að þú veist, þegar maður fær ákveði uppeldi þá veit maður hvernig uppeldi maður vill veita öðrum Já, það nefnilega það sem búin að vera minn leiðavísir í þessu öllu saman að ég veit nákvæmlega hvað ég ætla ekki að gera ég veit nákvæmlega hvað á ekki að gera og þú veist ég veit í rauninni hvað ég á að gera út frá því að ég veit hvað ég á ekki að gera sem hefur reynst mér bara mjög vel í mér sem móður sko í mínu uppeldi á dóttur minni Æðislegt, þannig að það aldrei og seint að snúa við blaðinu Aldrei Sama hver staðan hvort við séum einhver langt leitri fíkn eða bara einhver allt öðru skiluru sumir eru bara að glíma við eitthvað mataræðis fíkn skiluru Nákvæmlega Það ekkert alltaf að vera vímefni Alls ekki Það alltaf hægt að snúa við blaðinu Já, það alltaf hægt Ef að viljinni fyrir hendi, það þessi klísja líka kem ég með eina klísjunni viðbót Það þegar gerir þetta enginn fyrir mann Það gerir þetta enginn fyrir þig, það nefnilega málu það svolítið svona já, svolítið skellur þegar maður fattar það sko en ég trúi því virkilega að bara frá mínum dýpstu hjartarótum að það sé allt hægt Það allt hægt og ég sé það líka bara oft einmitt á bara heilsunni minni og öðru, þú veist að því það svo margt sem að hefur komið tilbaka sem ég bjóst ekki við að myndi koma tilbaka endilega en gera það samt, þú veist og ég trúi bara líka á okkar eigin mátt til þess að lækna og heila okkur sjálf Getur þú nefnt eitthvað dæmi þegar þú segir eitthvað sem kom tilbaka? Já, byttu nú við hvernig já, bara orðaforði minn, ég get komið með dæmi með það, ég lenti í því atviki í neyslunni minni að ég tók inn allt of stóran skammt af fíkniefni sem var til þess að ég misti bara talsvert úr orðaforða á tímabili og að því ég hef alltaf verið vel að máli farin og já, bara svona ég hef átt auðvelt með að tjá mig og orðaforðin alltaf til staðar og svo tek ég ofstóran skammt
af sýru og þá misti ég bara málið í einhverja daga og svo kom það í ljós að ég var bara búin að missa heilu orðin úr orðaforðunum mínum og ég held að það myndi ekki koma tilbaka og það kom að einhverju leiti tilbaka áður en að ég varð edrú en þetta er svona alltaf að koma meira og meira tilbaka og ég sjálf bara einhvern veginn, ég sjálf er alltaf að koma meira og meira tilbaka. Þannig já. Ég ætlaði nú reyndar ekkert að þú varst að slíta þetta sundir en þú varst að tala að þú trúir því að við getum heilað okkur sjálf. Já, ég trúi því. Við getum heilað okkur sjálf. Sko, það að ég sneri við blaðinu og gerði það vel bara út af einhverjum kraft og styrk sem að ég náði að virkja innra með mér. Það er ekkert utanaðkomandi, vissulega dóttur mín og að það að ég vissi af hennar komu í heiminn en ég mér langaði svo mikið að verða bara decent human being fyrir hana, skilurðu, og fyrir mig líka. Þannig að ég held ekkert, ég veit bara að ég heilaði mig sjálf að mörgu leiti. Að mjög mörgu leiti, sko. Og ástæðan fyrir því að ég núna að klára háskólanám og ég sit mótið þér og eiga samræði við þig að mörgu leiti til því að þakka að ég fann út úr því hvernig ég á að virkja þennan heilunamátt innra með mér. Heilsa er það að vera heill. Heilsa er það að vera heill, já. Heila sig, það er svolítið þetta að gera sig heilan. Algjörlega og þetta er einmitt og það að ég náði heila sjálfa mig að einhverju leiti og gerir það að verkum að heilsa mín eins og hún og já, mér finnst einhvern veginn bara alltaf mikilvægt að minna á þetta og því það eru ekkert allir sem að vita endilega að þetta sé hægt eða gera sig grein fyrir því og margir heyri þetta og vilja kannski ekki trúa því og alls konar en allavega miða við mína reynslu og það sem ég hef fengið að upplifa og sjá í gegnum tíðina það að við höfum svo sannarlega kraftinn til þess að heila okkur sjálf. Bara algjörlega. Er þetta ekki bara eðslega lokað? Ég held að ég ekki bara enda á þessu. Það er hægt að heila sig sjálfur. Já. En takk fyrir að segja söguna þína, takk fyrir að vera hreinskilin, takk fyrir að vera alveg mögnuð. Takk sömuleiðis, Erla. Og ég hvet alla til þess að fylgja hlaðvarpinu með lífið í lúkunum á Spotify eða Apple Podcast eða öðrum streymisveitum því þá sjáu þið nefnilega þegar næsti þáttur dettur í loftið. Og ef þú ert á Instagram, endilega fylgdu Heilsu Erla.